Þið talaðu að margar konur eða fjölskyldur þeirra vilji búa til minningu fóstrið. Hvernig býr maður til minningu? Það bara ótrúlega misjafnt og það nú í einni sögunni þar sem var kona sem var bara með styttu, sagði bara þetta Pétur, það var sitt barnið sem hún misti og svo talaði hún við styttuna og styttan var svona táknrænt fyrir barnið. Og það bara svona misjafnt hvernig hver og einn gerir fyrir sig. Fyrir mig þá keypti ég mér þetta hálsmen sem 3 gullhringjum á sem allir ólíkir, hver einstakur og þetta sérst gullin mín 3 sem ég fæði gæfa hjá mér. Og ég keypti mér þetta hálsmen sem þegar ég búin að missa í 3. skipti og ég segi nei, nú þarf ég eitthvað og sá þá þetta hálsmen og hugsaði að þetta væri málið, þarna væri og ég man mér leiði rosalega illa eftir mér leiði náttúrulega illa eftir öll fósturlátin en mér átti sérstaklega erfitt eftir þetta 3. Og þegar ég kaup með þetta, ég man oft þá var maður svona, manni leiði rosalega illa og maður búin að vera grátandi og svo fer maður kannski inn á bað og þegar ég leit í spegilinn og sá hálsmenni þá einhvern veginn mér leið betur. Ég bara einhvern veginn svona, jú, þetta var svona, hvað veitum maður sagt, svona sól í skammdeginu, kom svona smá birta. Þetta yljaði mér. En svo eignuðustu börn? Svo eignuðust ég börn. Og þau eru náttúrulega stærsti plásturinn sem hægt að fá. Og það náttúrulega bara ómetanlegt og mér finnst ég bara í alvörunni heppnust í heiminum að eiga þessa 3 gullmóla sem ég hef hjá mér, sko. Og það svo gleðilegt í mörgum sögunum sem að enda mjög margar, mjög vel. Að þetta opnar líka huga fólks fyrir því hvað börnin okkar eru ofboðslega dýrmæt og að það sé ekki sjálfsagt að við séum þeirra gæfu aðnjótenda eignast börn og það kannski það sem allavega eins og ég hugsa út frá minni reynslu ég er með eitt hlut í hálsmunnum mínu og kannski táknar það bara fóstri sem ég misti en ég held að maður lærir líka að meta ennþá betur held ég hvað maður hefur og ég eins og Júlí, ég á 3 yndislega dætur og auðvitað það bæði út frá minni lífsreynslu og bara út frá mínu starfi sem ljósmóðir að mér finnst þetta ótrúlega gjöf að fá að hafa orðið móðir og það líka kannski segir svolítið til hvað þetta skiptir flesta miklu máli að verða foreldri og þess vegna kannski hefur þessi atburður að missa fóstur, alveg sama hversu langt fóstrið hefur gengið, að þess vegna það líka partur af því að þetta sorg sem felst í þessu fyrir flesta, ekki alla, því að það kannski ekki, aðstæðurnar eru þannig stundum að það kannski ekki mikið sorg sem að þarf endilega að fylgja því, en hins vegar það í flestum tilfellum. Já, en svo náttúrulega til fólk sem eignast aldrei börn. Og það kannski það erfiðasta af öllu þegar að þessar sögur enda ekki vel. Og það eitt af því marga heilbrigðiskerfinu sem maður þarf að laga, segi ég. Að sem sagt þjónusta til dæmis við það fólk sem glímir við ófrjósemi og sem sagt ég átti þá sögu til nokkra ára áður en að ég verð ólétt og missi svo. Að það 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 sem að heilbrigðiskerfi í raun og veru ekkert að sinna. Það fólk bara, upp á aðra komið og það vonandi að eiga gott stuðningsnet í kringu sig til að grípa sig þegar að svona áföll sem þetta verður. Sagan mín byrjar sumarið 2005 þegar ég bara ung og áhyggjulaus kona. Ég 28 ára þetta sumar og ekki í sambandi og bara stóð ekki til að fara að eiga börn. Ég kemst að því bara alveg skyndilega óvænt að ég ólétt. Og þetta var rosa skellur og ég þurfti alveg svona að hugsa mig vel ætlaði ég eiga barnið af því ég var ekki í sambandi eða hvort ég ætlaði að fara í fóstureyðingu. Og ég og barnsfaðirinn við tókum bara sameiginlega ákvörðun að við ætluðum bara að klára þetta verkefni saman og bara fara samstíga inn í þetta. Þannig að
ég bara svona var farin að leyfa mér að hlakka til að verða nú móðir þó þetta hafi ekki verið á dagskráni og vinkonur mína voru allar að byrja í barnefnu þannig að ég svo bara jæja, ég bara verð þá fullorðin núna og stekk bara lestin og verð bara með. Svo þegar ég komin 12 vikur á leið, ég alveg að fara í 12 vikna sónarinn að þá byrjar aðeins að blæða og ég var svona pínu óörugg en vissi samt ekki alveg hvað í gangi og talaði við ljósmóðurina mína sem að benti mér á að hafa samband við kvennadeildina sem að ég gerði og þar var mér boðið að koma niður eftir í sónar bara til þess að sjá hvernig staðan væri en mér var líka sagt að þetta gæti bara vel verið að væri bara allt í lagi. Og ég fer þarna niður eftir, ég var hjá tannlækni manni og fór bara beinastölinni niður eftir og var ekkert stressuð. Og fer í sónar og þá kemur í ljós að fóstrið var dáið og var á starfi 9 vikna fóstur og þetta var rosalegt sjokk af því að ég hafði bara voðalega lítið heyrt talað fósturmissi á þessu stigi og einhvern veginn þannig að ég var bara ein þarna í sónar og bara ein einhvern veginn að gangi gegnum þetta og mér sagt að fara heim og koma aftur síðan á daginn en ég ætti að koma kvöldið, ég ætti að koma kvöldið og sérst leggjast þá inn því ég ætti að fara í útskaf daginn eftir og ég fór heim alveg í sjokki og allir í sjokki í kringum mig einhvern veginn þegar þetta var bara eitthvað sem var bara alls ekki í höfðinu á mér að geta gerst. Svo kem ég kvöldið og þá mér skellt inn í herbergi með 6 öðrum konum og ég man í sjokkinu liggi þarna, það bara svona einhvern veginn að reyna að ná áttum og þá kemur kona til mig sem liggur í næsta rúmi og sest við hliðina mig og fer að spjalla við mig. Og hún segir mér að hún hafi verið að koma úr fóstureyðingu og hafi fengið sýkingu, legið og liggið þess vegna þarna inni. Og mér fannst þetta alveg ofboðslega erfitt fyrir mig að vera þarna í einhverju sorgarferli og einhvern veginn enginn að hlú að mér og ég bara svona ein og svo bara kemur einhver sem að hafði valið að fara í fóstureyðingu og ég einhvern veginn fannst ég verið dæmd bara í bara óumbeðna fóstureyðingu sem ég hefði bara ekkert beðið og ég fer svo morguninn eftir í útskaf og þegar ég vakna eftir þá aðgerð og þá kemur læknir til mér og segir mér að aðgerðin hafði ekki heppnast og þeim hafði ekki tekist að opna leghálsinn og ég þurfti að fara aftur daginn eftir. Þannig ég mátti ekki fara heim þennan daginn, ligg þarna inni á kvennadeildinni með 2 eldri konur sem hefði verið í legnámi og svo ég þarna við 3 aleinar þarna helgina og þetta var alveg ofboðslega erfitt fyrir mig einhvern veginn að sætta mig við þetta og vera svolítið innilokuð og ég hafði átt að vera í einhverju svakalegri veislum í þennan dag og þetta var bara rosa átakalegt fyrir mig og svo fer ég í aðgerð aftur daginn eftir í útskaf og það hafði verið settur, kvöldið áður hafði verið settur upp stíll til að mýkja leghálsinn til að segja hvort það hjálpaði ekki til. Þannig að þegar ég vakna svo á sunnudagsmorgninum rétt áður ég á að fara í útskafið að þá vakna ég bara í blóðpolli. Það var ekki hvítur blettur á lakinu og fötin mín, ég var þarna í einhverju sjúkrahússkyrtu, hún var öll út í blóði og helmingurinn á andlitinu sem hafði legið þarna á dýnunni og hárið, ég var bara alveg löðrandi í blóði og þá hafði stíllinn virkað svona rosalega vel og bara allt bara opnast og ég fer á klósettið og hringi hérna bjöllu eftir hjúkrunarfræðingi og hún kemur hérna aðstoða mig og það hún tekur þarna eitthvað blóðklump sem hafði verið í nærbuxunum mínu og setur eitthvað box og fer mig fram, útskýrir ekkert neitt nánar hvað í gangi með það. Og svo mér fljótlega bara trillað þarna inn á skurðstofuna og þegar að það verið að svæfa mig og ég ekki sofnuð og þá kemur þessi hjúkrunarfræðingur inn með boxið á loftu segist vera með hluta af fóstrinu. Og það má vel vera hún hafi sagt að það hafi verið fóstri en allavega ég heyrði þetta þannig þar sem ég lá þarna og það var bara ólýsanlega erfitt einhvern veginn að falla í svefn með þessi orð í höfðinu. Og ég heyrði læknir segja við hana að
það var ekki tímabært að sjúklingurinn var ennþá vakandi, það var ekki tímabært að koma inn núna. Svo vaknaði ég eftir aðgerðina og þá kemur læknir og tala við mig og þá hafði þetta bara heppnast eins og þetta átti að gerast og ég fekk að fara heim sama dag og þetta var, þrátt fyrir ég var ekki í sambandi og hafði ekki ætlað mér að eignast barn á þessu tímapunkti, það var voðalega erfitt að labba þarna út bara með legið tómt og hjartað í 1000 mólum og einhvern veginn hafa ekkert möguleikan á að bara keyra í það að búa til næsta barn einhvern veginn. Ég man bara eftir þessari hugsun á leiðinni heim einhvern veginn að það hefði verið, fannst mér á þessu tímapunkti, eins og það hefði verið plástur á sári ef ég hefði bara getað búið til annað barn strax, en það einhvern veginn var ekki í boði á þessu tíma. Rúmlega 1,5 ári eftir að ég missi þarna í fyrra skiptið að þá er ég komin í samband og kemst að því að ég er ólétt og bara alsæl með það. En ég var á sama tíma mjög stressuð að því ég var búin að upplifa það að missa áður og þegar ég var ólétt í fyrra skiptið þá bara hafði ég lítið heyrt fósturmissu, ég held að þetta væri mjög sjaldgæft og var það svona bara engan veginn tilbúin, en þarna var ég alltaf á tánum. Ég var alveg tilbúin bara fyrstu vikurnar sérstaklega, bara alltaf viðbúin að þetta myndi enda. Ég fór í snemmsónar þarna sem ég hafði ekki gert í fyrra skiptið og þar sagði læknirinn mér að úr því ég hafði fengið blóðtappa sem að ég fekk blóðtappa í fótinn eftir að ég missti í fyrra skiptið. Og því að ég hafði fengið blóðtappa að þá þurfti ég að fara á blóðþynnandi lyf. Og því að annars gæti ég lent í því að fá blóðtappa í fylgjuna, þetta gæti verið blóðsjúkdómur sem að þurfti að fylgjast með. Þannig að ég fæ blóðþynnandi lyf þegar ég gengi 12 vikur, bara leið ég fór í 12 vikna sólarhring. Og þar er mér sagt að ég hefði rauninni þurfti að koma aðeins fyrr. Og þeim fannst þetta heldur seint að ég hefði þurfti að fá lyfin svona kringu 9-10 viku. Þannig ég sprautaði mig með blóðþynnandi lyfjum restina af meðgöngunni og 2 vikur eftir. Og það var ekki fyrir að meðganga var svona rúmlega hálfnuð sem ég fór bara að leyfa mér að njóta. Ég hafði líka glímt alveg við gríðarlega ógleði og uppköst. Þannig að það var svolítið erfitt að vera á þeim stað að vera bara að njóta. En það svona fór að koma þarna þegar ég var rúmlega hálfnuð. Og þá fór ég líka bara að leyfa mér að hlakka til að fá barn í hendurnar. Og þegar ég var komið 16 daga fram yfir þá fékk ég æsu mína loksins í hendurnar og það var yndisleg stund. En þá kom líka svolítið annars skellur því að ég var búin að heyra alveg endalaust talað það þegar maður eignaðist börn og fengið þau í hendurnar og þá bara væri bara alsæla þarna og maður bara elskaði barnið alveg sjúklega mikið bara leið og maður sæði það. Og ég var bara tilbúin þarna að fæ hana í fangið og það var ekkert flugeldasýning, það var bara barnið þarna og ég einhvern veginn beið og bara hann lá með hann í fanginu og gerðist ekki neitt og þetta var líka skellur. Svo kynnti ég mig bara eftir á að þetta er bara mjög algengt og má alveg tala við konur sem eru óléttar að það er ekkert sjálfgefið að maður finni þessa ofboðslega sterku tilfinningu sem alltaf er lýst. Að stundum bara fær maður þarna barn sem maður bara þekkir ekki neitt og þarf bara svona að læra svolítið að opna á þetta, opna á tilfinningarna. Þannig að svo var hann nokkra daga gömul þegar ég var fann að finna þessa ólýsanlegu ást sem að ég hafði heyrt talað um. Og þegar að Æsa var 4 mánaða þá ákveðum við pabbi hennar að okkur fannst bara alveg tímabært að huga því að koma með næsta barn. Og það tók alveg heldur betur tíman að tvenna að búa það bara til og ég var eiginlega bara komin á þann stað ég hugsaði með mér, heyrðu, ok, allt í lagi, ég náði þarna að búa til barn og eignast barn og ég er móðir og þau verða sennilegast ekkert fleiri. Og við flyttum til Noregs og
ég fæ deildarstjórastöðu í leikskóla þar og bara allt bara í blússandi uppgangi þegar ég bara skyndilega fæ bara jákvætt þungunarpróf. Og þetta þá 19 mánuðum eftir að við höfum ákveðið að bæta við barnið. Og enn en að ferðina þetta bara svolítið skellur því að auðvitað langþráð barn en ég bara nýbúin að ráða mig hérna sem deildarstjóra í leikskóla og við veist ekki alveg hvernig vinnuveitendur myndu taka því en auðvitað voru allir alsælir með þetta. Þannig að ég var bara tilbúin að vera 2 barna móðir og mjög fljótlega á þeirri meðgöngu fer ég að finna fyrir grindagliðnun og ég bara kom mjög stutt þegar ég bara farin að ganga með hækjur og það vissu allir bara í kringum okkur að ég væri ólétt þó ég væri komin 8 vikur á leið. Þannig að mér fannst ekkert ástæða til þess að vera það að leyna mitt nánasta fólk á Íslandi heldur þannig að fólk fekk bara að fylgjast með þessari meðgöngu mjög snemma og þegar að ég komin 13 vikur á leið að þá byrjar að blæða og bara svolítið kröftulega og mér bregði mikið og bara hugsaði ok, ég alveg greinilega missa þetta barn og við förum upp á sjúkrahús og ég fer í sónar og þá þessi fíni sterki hjartasláttur og læknirinn sagði við mig að þó svo að það var hjartasláttur núna að þá geti alveg brugðist beggja vona og við skuldum bara sjá næstu dögum hvort það myndi hætta að blæða og svona og ég átti bara að taka því rólega og 2 dögum seinna hætt að blæða og bara ég bara mjög vongóð bara að þetta væri bara búið, þurfti ekkert að fara aftur í skoðun og bara hélt bara áfram mínu lífi. Síðan hafði ég sagt lækninum, í byrjun meðgönguna hafði ég sagt lækninum mínum úti að ég þyrfti að fá blóðþynningarlyf. Og læknirinn sem var heimilislæknir mér sagði bara að það eiginlega bara gæti ekki verið að íslenski læknar hlýtu annaðhvort að vera svona móðursjúkir eða að læknavísindunum hefði fleytt fram síðan ég hefði verið ólétt síðast 2,5 ári áður. Þannig að hann sagði bara að ég þyrfti ekki að fara á blóðþynningarlyf og ég gaf mig ekkert því ég bara vissi það að ég þyrfti að fara á þessi lyf og hann bað mig að útvega þessi pappíra frá Íslandi sem ég gerði og það tók svolítið tíma en þegar ég var komin með pappírana í hendurnar hitti ég hann aftur og lagði það fyrir hann og þá viðurkenndi það strax að samkvæmt því sem að ég var með höndunum þyrfti ég alveg bráðnauðsynlega að vera á blóðþynningarlyfjum á meðgöngunni. Þannig að hann gat ekki gefið mér þau, ég þurfti að fara til sérfræðings og það tók við 5 vikna bið hjá sérfræðingnum. Þannig að það fer að blæða í þessari bið og svo loksins þegar kemur að mér hjá lækninum þá ég komið 16 vikur á leið og ég bara skokka þarna inn og tek við lyfseðlinum og bara kveðjan þegar að hann spyr mig hvort að hann mætti kannski sónarskoða mig. Hann var með nema sem hefði áhuga á því að prófa að sónarskoða og ég bara, já, hefði frábært æði bara, skellum okkur hérna í sónar og þá kom í ljós að barnið var dáið og var á stærð við 13 vikna fóstur þannig að það, samkvæmt því sem læknirinn sagði, það dáið svona cirka 2 dögum eftir að fóra að blæða. Og þetta var rosa skellur því ég einhvern veginn hélt bara úr því ég var komin yfir þessar 12 vikur að þá væri ég bara safe úr því að það hefði hætt að blæða, þá var ég alveg líka örugg. Þannig þetta var svona bara eins og kjaftshögg og ég send heim og sagt að koma aftur kvöldið. Og ég fyrir bara hágrátandi heim, bara í algjöru sjokki og síðan bara upp úr 8 kvöldið að þá fæðist barnið og ég var bara á klósettinu og það var búið að vara mig við og segja að það gæti komið í klósettferð, það gæti bara runnið út, þannig að það var búið að setja stálskál ofan í klósettskálina. Þannig að barnið rann út og ég satt þannig fyrst á klósettinu, þannig
náði ekki svona að hringja bjöllu, ég var eina herbyggi þegar þetta gerðist, því að að fylgjar festist í leghálsinum, þannig að ég var bara með barnið þetta dinglandi fast, þannig að það kom svona korter seinna, kom hjúkrunarfræðingurinn og klippti hann á plaststrenginn og ég þurfti að fara í útskaf til að ná fylgjunu út og þetta var bara allt öðruvísi upplifun á þessari sjúkrahúsvist og daginn eftir fengum við viðtal við félagsráðgjafa og fengum að sjá barnið sem hafði verið tekið deginum áður. Ég fekk ekki að sjá það þegar það var tekið af mér deginum áður, en þannig var búið að þrífa það og við fengum að sjá það og kveðja það. Og það var ekki greinanlegt utan frá kynið, þannig að og þau fengu leyfi til að kryfja það til að reyna að finna út hvað það komið fyrir. Og þegar að niðurstöður og krufningu komið og þá var í rauninni fósturbúið að vera dáið of lengi til þess að hægt væri að sjá hvað hefði gerst, en líklegast hefðu verið blóðtappar í fylgjunni sem hefðu olli þessu en við fengum að vita að þetta var drengur. Og við gáfum honum nafnið Kolbeinn Trausti og á sama tíma tók ég það ákvörðun að ég vissi ekki kynið á fyrri missunum, ég ákvað að velja bara kyn á það barn og ákvað bara það væri stúlka sem ég gaf nafnið Eva Laufey, þannig að mér fannst ég svona einhvern veginn ná svona sterkari tengingu og mér fannst svo erfitt að tala annað með nafni en hitt ekki einhvern veginn. Mér fannst þess að ég væri einhvern veginn fyrir mig að gera svolítið minna úr því að sorgin var alveg jafn mikil. Ég fæði Kolbeinn Trausta í miðjum október 2009 og 15. desember 2009 að þá fæ ég jákvætt þungunarpróf, bara tveimur mánuðum seinna og það var bara rosalegur léttir og gleði sem fylgdi því og ég lét bara það samband við lækninn á sjúkrahúsinu og þeir sögðu bara strax heyrðu já, bara það voru mistök hjá okkur síðast að gefa þér ekki blóðþynningarlyfin þannig að þú segir bara nákvæmlega hvenær þú þarft að byrja á þeim. Og ég ráðfærði mig við lækna heima á Íslandi sem að töluðum að það var bara fínt þegar það kom svona 9 vikur á leið. Þannig ég fékk blóðþynningarlyfin og átti fína meðgöngu, var að glíma við grindagliðnun en fékk ókeypis sjúkraþjálfunartíma, ólíktarkonur í Noregi, allavega á þeim tíma þarna 2009 og 2010 fengu fría tíma í sjúkraþjálfun. Þannig að ég gat komið aftur bara til vinnu þarna svona á endasprettinum og fæði hana svo þegar ég komið 14 daga fram yfir. Þær hafa alltaf vita af þessu systkinum sem ekki fæddust. Það var alltaf vita af þeim og bara tala þau bara sem parta af systkinahópnum og við förum hverju ári daginn sem að Kolbeinn Trausti kom í heiminn 13. október, þá förum við alltaf niður í Fossvogskirkjugarð og færum systkinunum gjafir hjá duftgrafreitnum og hann í duftgrafreit í Noregi en við bara heimsækjum hann bara samt hér á Íslandi og þær hafa alltaf fengið að velja hvað þær vilja gefa og þetta hefur þróast með árunum. Fyrst voru þau að fá bangsa og svo var eitthvað sem keks og djús og nú þetta yfirleitt blómvendir sem að skilja þarna eftir og finnst alltaf voðalega gaman að sjá gömlu bangsana ennþá þarna við minnismerkið þarna og þannig að og ég fékk þegar ég átti hann Kolbeinn þá fékk ég málverk af óléttri konu sem að hangir upp á vegg hjá okkur og það bara fyrir stelpunum bara svona, þetta bara mynd af systkinunum. Þó svo að þetta sé ekkert af mér, þá þetta bara svona einhvern veginn myndin okkar af þeim.